Komið sæl og velkomin. Með dökkjufrætt torfæðurina hjá kvartmýlklúbbnum Hafnarfirði. Fyrstur í braut og Grímsson stökkjum. Geir sagði mér að honum fannst vanta að nokkur hestöfl. Honum lakkaði til að fá nýja mótorinn í bílinn. Hélt hann hefði haldið áfram ef hann hefði verið með hann. Þórður Atli á spaðanum. Jæja, 80 stig. Það var Haukur Viðar á Heklunni. Komum með smá nýtró. 200 hestafla nýtró bætt hann við. Fyrstu græðan eitthvað feskari. Hundra og 60 stig fyrir þetta. Það var að Páll Skjóldal, kominn aftur í bílinn sinn, búinn að laga hann eftir íkveikjunni á Hafsteini. Komum við ljós að húsgreinin frá túrbílnum var stórskemmt, þannig að bíllinn fékk ekki eitt tafl í sig. 90 stig. Þetta er flott, þetta er skil gott klapp líka. Næstur Atli Jamil á Raptor. Stig. Það var að Guðmundur á ótemjunni. Mér skilst að hann hafi hækkað til yfirhlututin hjá sér til þess að ná meiri snúning á dækjónum. Fekk 270 stig. Það var að Sigur Ingi á Jippi. Þeir hækkuðu bílinn hans hjá honum svo hann myndi hægt þess að fylla sér á kviðinn. Hann laður á stað? Ég ætla að vona þetta. Það tala líka hann ætla að vera með þungan bensínhút. Og græna komið. Það var að Ingvar, önnur keppnin í áhrjófunum, Víkingurinn. Það eru heldig mikið grein í þessari brekku. Eða þannig. 130 stig. Vel gert hjá hann. Og græna fældi, komið. Snorri Þór, streikurinn. Það er búinn að laga fúski sem var í vélinni hjá honum síðan kelmir. Það er bara við rafmagnsvél sem var það. Það vantar ekki hestöflin hjá honum. 230 stig. Það var Jóhann á Thunderbolt. Jæja, það var hann laður á stað. Þau löguðu frammendaði hjá sér eftir veltun á Akranesi. Það hægðist á túrbínuna og visskiti og droppaði hjá honum. Fyrir 60, sjálf það stúrið.
260 stig. Þetta var snill, ég held að hann er gott kraft þessi. Kristján Finnur á verktakanum. Hann mætti ekki á Akarnes þar sem hann var keppnisstjóri þar. Þetta ekki honum 100 stig. Það var að Skúli Kristins og Simba. Hann er efstur til stiga til Íslandsmeistara. Og þá er hann til reiðu, hann var bara það. Líka hann tekið hliðarhallann, þá hann tekið neðri skútuna eins og hínum og þá fyrir hann bara að það. Æjæj. Þetta er nú ekki búið hjá honum með það. Já. 240 stig. Það var að Fjölnir á yfirvinni sinni. Ég kom fyrir keppnina út í að ganga svo tursulega hjá honum þegar hann var á lágum snúning. Hann talaði að það væri svo stóri spísar í honum fyrir bensíni að það væri ekki búin að ná að mappa þannig að það væri verkefni. Það var 160 stig. Þarna sjáum við stöðun eftir braut 1. Hjá honum. Það er þá komið að braut 2, Haukur Viðar. Það er hliðarhalli þarna. Nei, hann er bara að stoppa. Nei, ekki nýma þarna. Nei, hann er klára saman. Það er ekki hægt á þurrkanum. Þetta er svakalegt. Hann fara að njóta sín líka. Big Block Chevy. Suss. Og hann niður fyrir hann í hliðarhallan og hliðið svo upp til hægri aftur. Þetta er svolítið aukurveikni í þessu. Þetta er vel gert. Þetta var ekki góð velta. Það er heilt 50 stig. Jæja, það var að bregðast við og tjekka á þessu. Það var að Palli. Það er það nægvorka hjá núna. Þetta var hrikalega vel gert. Eða púst greinina fyrir ekki upp. Eitthvað vesinn sýnist mér. Hringur hann upp á braut. Sjá hvað er í gangi. Snúa bílnum. Á kemur hann. Það var frjálst upp á svæðinu. Þið þurftu ekki að taka þarna það liggur 180 gráðu beygju fyrir að komast niður. Þetta er grimmur hliðarhalli þarna. Hann fyrir sömu leið og Haukur. Þetta var hrikalegt. Það var að kíkja manninn, gaf hvort að sé lagi, hann endar á réttum kili, vel gert. Já, hann er lagður á stað. Það var Atli Jamil kominn aftur. Ja, ekki aftur, hann var í fyrstu braut og svo annar braut. Það var bara skjóð. Það er ekki mjög hérna, þetta er vel gert. Já, ráttur akstur. Spurning að sjá hvernig fyrir þetta, hvort hann er að halda honum á réttu kili. Safna stig upp eftir leitið þess líka. 160 stig. Það er Guðmundur Elíasson, ótemjunni. Við sögum að hann saman og þurftur og út af. Gefur Guðmundur 400 millilítra af
auglýsingun á bílum Mountain Dew. Þetta var vel gert. Það væri bara gott hjá þeim og hann hafði, sýndi alla betri aksturseiginleika og var að pæla í að auka skammtinn upp í 750 ml fyrir næstu keppni. Hringakstur eru ekki bannaður. Þá er hann á hliðarallanum hérna. Ég kíkti á það, tíma 8:70 á Facebook. Já. Það er svo neðarlega. Það er að spila á þetta. Það er ekki. Þetta gefur 180 stig. Híkir sem má tapa. Og þá er grænt á loft og allt að gera. Það er að Sigurður Ingi. Team EP. Þetta gengur hjá honum. Það er nafnið hjá honum á Facebook. Team EP. Ekkert eitthvað þetta. Nei, Siggi. Lengra veit hann ekki. Það er spurning hvort hann bakkar og reynir aftur. Allavega hann bakkar hann, það er hreinu. Vel gert. Smá refsing fyrir að bakka en það er skemmtilega að bakka. Snúa bara á kraftinum. Og þá er það spurning með hliðarhallan. Ná beyjunni hérna. Það verður að spila á það. Þetta er annars skipti sem hann dreipar á sig við lága snúarspili hjá honum. Hjá honum eitthvað smá vesinn, síns mér, með stýrið kannski. Þetta var ekki gott. Það var að kíkja á hann eins og skota. Honum er að bleika hliðinu upp. Jæja, þá var það Ingvar á Víkingnum. Sjá hvernig hann ætlar að taka þetta. Eftir hendikeppnina þá skipti ágætlega í staðinn fyrir að sem var. Braut skiptinguna þegar hann var að koma á hellu. Setti varaskiptingunni í en ákvaða svo að uppgreita hann yfir í Powerglide. Þá er það hliðarhallinn. Og hringtorkið sem er búið. Það er svolítið erfitt fyrir að ná beyjunni þarna í þessu lausa efni. Það er bara þokkalegt. Þá er hann laður á stað. Þá er Snorri Þór kominn. Ég er vanur maður, hann Snorri. Ekki vandamálið. Svo Snorri er möguleika á Íslandsmeistaratitlinum. Verður Skúli enda í 4. sæti eða 5. sæti ekki á neðar. Skúli næður í 4. sæti eða var og er hann kominn með titilinn í hendurnar áður en síðasta keppnin sem verður næstu helgi á Akureyri. Þá er Jóhann kominn.
Racing heiti þetta keppnislið á samfélagsmiðlunum. Það vantar að byggja á þetta. Facebook og Instagram. Staflega þetta hvæsir í túrbínunum. Það er allt annað að sjá hann eftir að þið settu undir hann stærri dekk fyrir sumar. Hann komið meiri snúning á dekkjunum. Og hára hliðarhallinn. Þannig skildi hún að ganga og snúa þarna. Smá brasi með þetta, fyrir að bakka. Það er lítið bakk. Þá bara að standa. Á 40 stig. Það var Kristján Finnur kominn. Hann er eitthvað verktakanum. Þeir eru víst 3 sem eiga bílinn. Hringtorgi uppi. Bíllinn neitaði bara alfarið að fara í gang. Þeir bara, eftir langa, mikla pælingar að þá hættu og svo þeir fara í keppnina. Bíllinn bara í gang. 190 stig. Skúli kominn. Það verður flott að sjá hvernig Skúli tekur þetta. Gott að hann sagði mér að eftir Akranestorfarina í stökkjunu í fyrstu braut held ég að verið að í endahliðinu þar þegar hann lendir og þá bóknaði hásingin óvenju mikið þannig hann ákvaði að rétta hana og setja auka styrkingar og styrkingar fyrir en ekki óöfluga samt ef þið sjáu þau mann hásingin á þess að það er ekki þá getið þið séð það. Engin refsing, 350 stygg. Fjölnir er kominn. Og þá fer hann á stað. Fyrsta brekka þessu sem að verða svona hálfgjörn laugavegur fyrir þessa bíla. En það þarf bílinn að blíða á. Það tekur hringtorgið eins og flestir. Hundraði refsingu. Það er Geir Evert kominn. Sleggjan.
hleypur þetta. Já. Vel gert. Tekur hringinn. Stífurnar og setja styrkingar inn í þær eins og að framan. Það var að fara stökkvatturinn eftir. Og svo þurfti hann að fá nýja bolta festingar. Akranes 280 stig. Þá Þórir Atli kominn aftur. Hringtorgið. Spurning hvort hann nær hliðinu beint, mér sýnist það. Það kominn hálfgerður vegur þarna gegnum hliðið. Þetta er svona það sem að gerist stundum í torfærunni, að stundum verða brautir léttari eftir sem að fleiri fara. En það er líka alveg þannig að það verða erfiðari líka. Það er létt. Það er einnig stíku þarna. Og þá var það bara enda hlið. Já, lítið mál, vel gert. Þarna sjáum við stöðuna eftir tvær brautir. Skúli, Efstur, Snorri og Geirjavert og Guðmundur í fjórða. Og sjáum við restina. Það er mér, Efstur í þriðju braut. Fyrstu þrjá brautina voru allar keyrðar upp þetta fyrsta kíl eins og þið sjáum þetta. Svo voru bara restin af þeim breytilegar. Sjáum við hliðið strax á vinstri handma hjá hann, hvítt og rautt. Hann á hann að fara upp. Það var frjálst og allt, þeir máttu alveg fara alla leið niður og upp aftur. Þeir gerðu þetta bara allir. Hann fekk 330 stig, en þegar hann kom upp, lendi og kom eldur einhvers staðar við búsgreinina og þegar starfsmenn ætlaði að slökkva þá voru tvö slökkvitæki ekki hvorugt virkaði. Valur Vífils kom þarna með Pepsi-dós og slökkti allavega einhvern eld skildist mér. En Atli var að hætta keppni. Jæja, Guðmundur er í brautinni. Ótemja sjálf. Hann verður alveg öðugt með við Atla. Menn nýta sér það bara og stunda sér vel að. Það er bara 310 stig. Það var Siggi, Sigur Ríki og Yppi.
Svo náttúrulega finnið öll keppnisliðin á Facebook og Instagram á þessum síðan. Það séu hinga hérna Team Yippie. Það Guðmundur Óttur minni það 8.70 racing ef maður rétt. Það eru Siggi færingar refsingum, 350 stygg. Og Víkingur að fyrir á stað. Það var Víkingurinn sjálfur, Ingvar. Bílinn þarna, því líka óhefni. Áður hvað hann sáttur. En svona þetta, það er spurningum að fara passlega hratt í þetta. Það var að Snorri Þór. Síðan hann sé bara kóðurinn. Það vantar alltaf ekki lætin í þetta sko, það er ekki smá sátt í þessari vél hjá honum. Það er eins og það sé bara einn takki af eða á. Já, spilar þetta ekki. Leikur sér að þessu strákurinn, 310 stygg. Þá er Jóhann mættur. Jæja, það var að vera á stað. Síðan hjá þeim er hjá aftur bílum EAU Racing. Þau eru í tóffarinu og rallycrossinu ef maður rétt. Spurningin bara var á milli, ekki taka stíkurnar. Þetta er fært. Þarna skilur á milli að hitta alltaf á réttan stað eða taka stíkur. Þannig að endilega nýta sér að sjálfsögðu svona brautir í að hitta á hliðið. Verktaka, Kristján Finnur. Já, svona á að gera þetta. Svona við í loftinu bara. Hann stekkur bara beygjuna. Takk einhver ringastur á þetta frá. Þetta var vel gert. Það er heil 330 stygg. Það er á Skúli komin aftur. Það er Skúli komin í brautina. Algjörlega róleitum. Spurning hvort hann allar niður líka, eins og hittir að gera. Það er líklegt sko, þannig að þetta bara öryggi. Akranenskeppnin á Skúla var fyrsta keppnin í ár þar sem að hann þurfti ekki skipt í reyningur fyrir keppn úr Lossarann. Gerðist náðulega breytingar. Fjölnir laður af stað. Jæja, þetta gengur hratt núna. Hann er komin í brautina. Þetta er orðið létt hjá strákunum. Það er eitt lítið hringur þarna uppi. Fjölnir fer létt með þetta. Það hlýtur að koma niður líka þess að hinir.
refsilaus strákurinn. Snegginn komin af stað. Refsilaus. Við 350 stig. Spaðinn aðra stað. Engin refsing. Þá er Haukur kominn. Með byggblokkina úr Batman-drafstöfnum. Og 200 hestafla nýtró. Hann virðist vera sneggur upp á snúning. Hann er líka 20 í refsingu. Hann hefði 330. Páll Skjöldal. Hann bara dó á bílnum. Hann hætti keppni eftir þetta. Vissi ekki eiginlega hvað var að, við vorum ekki búin að ná að lesa hann. En þeir ákváðu bara að stúta þessu og taka enga sénsa. Jæja, Skúli, Snorri, Geir, Guðmundur, Fjölnir. Þetta er alltaf voðalega svipað. Jæja, Sigur Ingi. Heyrðu, nýtró var að vera að tæma. Það er laust í þessu. Það er laust í þessu. Hann heldur áfram. Þetta er spennandi. Þetta var ríkjum. Það voru alveg hliðinu hærra. Rautt á að vera hægra með eins og þú sjáið. Jæja, þá er Ingvar kominn. Það er að taka 180 beigja snúning tilbaka. Þarna í gegn, já, rautt á hægri. Mjög vel gert. Já. Leggja veginn fyrir strákana hérna. Já. Einn pallur eftir. Þetta er spurning hvernig það gengur. Það virkar hann eins og 2 rauð en það er smá hvítt í inni þarna. Já, glæsilegt. 200 stig. Snorri Þór.
Þið munið ekki eftir það nóg að fara aftur á bak á Akarnes torfæruna í fyrstu brautinans. Og heyrið það. Eftir að gefa hann bara 200 stig. Jæja, Jóhann kominn. Gaman að sjá hvernig hann fer þetta. Þetta var lítið mál. Prófur að sjá fram yfir þetta, gott grip hreinlega. Það var ein stika. Þarna er hann komið svolítið tætt á þessu, hann ágætt ná þessu. Spurning hvort hann er inn í braut þarna. Sýnist að hann þurfa að bakka til þess að hann stendur tætt bara þarna. Það er snerta fyrir. Þetta er ekki rétta leiðin, en góð tilraun. Þetta er ekki auðvöld braut, já, sett hann á gólf þarna, vonandi allt sé í góð lagi. Þetta gefur hann bara 50 stig. Þessi vel mestur að leika stað. Kristján Finnur. Jæja, Kristján Finnur. Hvað haldið hann gerir? Þessi bestu öryggi. Já, þetta er létt. Þetta er mestur. Já. Stýrisreiminn. Það var ekki með neitt stýri, hann náði ekkert að beygja. Svona var brautin erfið núna, það er búið að gera svona... Heil 10 stig fyrir allt þetta. Skúli, hvað ætlaði hann geri? Þessi er rétt 800 hestöfl út í hjól. Já, keyrir þetta í rólegheitum. Já, hann drífur rosalega vel þetta pillaður á. Já, svakalega. Já, hvílík power man. Formsatriði að fara alla leið. Vel gert. Og það greina á ekki komið inn. Fjölnir kominn. Þulurinn sé heyri alltaf í bakgrunum, þetta er hann Ingólfur Arnarsson, formaður kvartmyrklúksins sem var kynnir á keppninni. Var vel hátt stillt hjá hann höður. Þetta er vel gert áfram með honum. Tekur þetta eina stiku. Þetta gaf hann 210 stig. Eirivert Stöggjan. Já, vel gert hjá honum. Skutla sér hann yfir, það spurning hvernig hann tekur þetta þarna. Það halda hann að tíðinni til að komast yfir stýri. Virkilega flott rakstur. Álfur akstur, vel gert. Þetta er alveg snilldar akstur hjá hann. Þorvaldsatri, stjórnstafrækkan, já, gefa honum gott klapp, þetta var virk. 280 stig. Þórður Atli á spaðanum. Það heitir Spaðin Racing hjá honum á samfélagsmiðlum. Hefði viljað kíkja á hann.
Já, við tegja sérna lengra til vinstri. Það komast þarna áfram. Klóra sérna yfir þetta. Þetta bara vel gert, svolítið að stikum þarna, en við erum búin að taka stikum þarna. Taka á því, já, vel gert þetta. Svona á að gera þetta. Stýra hana bara þarna á gjöfinni, þetta alveg power í þessu, það vantar ekkert upp á það. Og þá það síðasta hoppið sem sjást lítið gert, vel gert. Þetta gaf honum 190 stig. Það var Haukur að kominn. Það heiti Team 16 í honum á samfélagsmiðlum. Við viljum kíkja á hann. Þetta var gert. Vel gert, mjög vel gert hjá hann. Ein stika. Það var bara að taka hann á stóru gjöfinni þarna og stökkva þetta upp eins og hinnir. Líka saman og tapa í þessu. Og hvenær kemur það? Það var seint. Vel gert. Mótorinn hjá Hauk. Það er hérna lánsmótor, af því hans mótor er ekki komið til landsins. Og það er Ingo, formaður Farmklúbbsins, sem á þennan mótor í bílum. Þetta er varamótorinn hans úr dragganum hans. Þetta var hrikalega flott, vel gert hjá Hauk. Guðmundur, ótemjan. Já. Vel gert, fara vel að upp, sko. Svakalega bjarga með flottum. Já. Svona á að gera þetta. Svona gera verða, þetta var vel gert, virkilega flottur akstur hjá hann. Ekki búinn að taka neitt mikið í stikunar. Jó, þetta tók hann eina. Og svo síðasta. Vel, já. Okkur á þessu, 230 stig. Það verður að nota powerið. Staðan eftir fjóruðbraut. Þetta er voða svipað. Einhver sæti að skarast þarna, upp og niður. Snorri, góldrengurinn. Það er í þetta, hann er með mikla reynslu. Snorri Þór. Og fullt af poweri, það hlýtur að nota það allt núna bara. Svakalegt þetta. Margar vendur, ekkert af bílnum, ekkert af Snorra. Smá hristingur. Næja, þá er Jóhann á Thunderbolt kominn. Les þessa braut. Braut 4 og 5 og 6. Það voru keyrað þetta allar beint upp þarna. Já, ok. Fara smá bið. Það var eitthvað aðeins miðsegna sig. Dreifa fyrir sér, spurning hvort hann lætur þetta duga. Já, það er hérna, hlut að segja það. Það bílaði hjá honum klakabóksið fyrir intercoolerinn. Þannig að það fekk mjög heitt loft inn á mótorinn. Þannig að þau tóku ákvörðun að eitthvað að spara hann til að eiga hann í lagi fyrir Akureyri. Þannig að þau voru hvað sem ekkert í toppbarátunni. Kristján er þessu. Það var hrikalega vel aðeins fyrir utan, en þetta var mjög flott. Það var eftir einn lítinn pattar hérna held ég sem maður þarf að taka. Ekkert svakalegur en svona þokkalegur. Vantaði smá endarhraða hjá honum. Skúli Kristjáns. Ég held að hans er búinn að vera í efsta sæti alla keppnina. Ekki kannski eru mörg stig á milli þeirra toppnum, en hann er alltaf að bæta þess í það. Hann lítur á að taka þetta bara ákveðið. Bara ákveðið alla leið. Þetta er hrikalega flott maður. Smá hjólhraði á honum.
Þetta er blás, það er bara kvín og syngur í þessu. Bókast alveg áfram. Það var þetta smá stökk þarna. Já, 200 stig. vel gert, virkilega vel gert. Þetta... Fjölnir, læknirinn okkar. Heimilislæknir á Akureyri ef ég þekki það rétt. Þetta var læknir. Jæja, hann leður á stað. Sjá hvernig hann fer að þessu. Kannski að fyrir aðeins og seint á stað. Hann er heilpatt á aftan og skáskorða fram að hann ætti að vera meira gripa aftan og getur skýrt akkur að rista. Það er gott að vera aftur til bílstjóri. Geir er í 3. seti eins og þetta. Þetta var Þetta er leiðin, hann líkt að vera að hika eitthvað í þessu, hann bara að standa bílinn. Láta fjöruna éta þetta, þá verður þetta mistamáli yfir. Sjáu þið, svona að gera þetta sko. 290 stig. Ef að þetta verður ekki til að lífsa. Þórður Atli. Þá verður hann fara á stað. Jæja, nú er tíminn til að standa strax. Já, aðeins og seint í þessu. Þetta var ekki alveg málið. Það var bara að hika sem að tapa. Þetta var að hika. Þetta var að hika, það er bara flöðis. Haukur Viðar. Jæja, þetta. Það var bara að standa núna. Þarna var eitthvað smá hika á honum. Þetta er bara að hika, ekki spurning. Þetta er allt og sent gefið í. En svona er þetta bara, menn hika, þá tapa þér. Það fekk 170 stig fyrir þetta. Nýjan belgeskista, hann sé dottir út. Það var Guðmundur Ótemjari. Ótemjari á að fara þetta, þá þarf bara að láta hann hafa þetta. Sko, svona á að gera þetta. Þetta er bara leiðin. Það er búið að sýna þetta þarna oftar en einu sinni, en menn læra þetta ekki. Þetta var virkilega vel gert hjá honum. Hann hafði ekkert fyrir þessu, bara keyrði þetta upp. Sko, þetta er alvöru. 260. Sigurður Ingi kominn. Þeir fóru og fiktuðu eitthvað í bílnum þarna eftir hvað fyrstum það er eftir ábyrgðunar og stýrtu þannig að Nitro kom fyrir inn á læri snúning. Beina leið. Og hann fannst mikill munur að keyra þannig. Og einn fallur eftir. Já, 240 stig. Það var að Ingvar. Beintu, ekki þig. Ekki spurning sko, hann er alveg búinn að læra þetta. Það var ekki vandamálið. Já, 270 stig. Hérna sjáum við eftir 5 brautir. Geir kominn upp í annarsæti, Guðmundur í 3., Snorri dottinn í 4., Fjölnir og ennþá í 5., búinn að vera það held ég allan tíman. Þannig að þau Geiri verður að pæla í 7. og síðustu braut. Kristján Finnur, fyrsti bíl í 7. braut. Sama gílið. Aðeins breytt útfærsla. Spurning hvort hann ætlar að nota allt powerið. Já, byrjar að nota eitthvað. Sko, það er rétt. Ekkert hálfkák við þetta, þetta er leiðin. Þau munið að stoppa þarna í 5. braut í þessu barði. Ekki núna, 300 stig. Þannig er þetta í mótorsport á Íslandi, þetta er sjálf. Það var að Skúli. Með sigurinn hérna, þá verður hann að tryggja sér Íslandsmeistaratitilinn. Hann liggur ekkert á, hann tekur þetta bara á.
Yes, rétt ná að krækja í hliðið, það telst inn að kræta þarna. Smá refsingir að sleppa því. Ekkert mál fyrir hann, 310 stig. Fjölnir komin á stað. Þarna þetta bara, ekkert hangs í þessu neitt bara. Þetta bara svona eins og hann sé á rúntinu bara, svona á að gera þetta. Bara ákveðið jafnt og þétt. Sko, nei, 270 stig. Gefa hann gott klapp. Það var að gera verð. Hann keyrir þetta bara eins og hann sé að fara á rúntinu. Já, þetta svona á að gera þetta. Þeir eru búin að læra þetta. Þetta vel gert. Virkilega flottur aftur. Ekki vandamál. Ekkert mál, 300 stig. Það er ekki leiðilegt að klára keppnina svona. Fyrir á stað. Þórður Atli á spaðanum. Segir þetta bara eins og hvern annan þjóðveg. Já, sko. Ekki vandamál, nei. Og þið fylgist með í vikunni að það ætti að koma inn viðtöl við keppendur. Hann fór í Í þessari viku, við flest alla keppendur, ekki alla samt. Það var það síðasta stekki, já, vel flott. Og þetta dett inn í hádegi út vikuna. Jæja, Haukur gefur bara strax í og hann er ekki að klúðra þessu aftur. Þetta var lítið mál. Fínu lítið mál. Síðasti stallurinn. Sjáu það eru stikur að það niðri, þannig að það er ekki... Smá stökka eftir. Get ekki keyrt hvernig sem er í þetta. Já, þetta var vel gert. Það er að Guðmundur Elíasson. Hann líkur að taka þetta bara eins og hinir. Já. Lítið mál. Smá stökka eftir. Já. Næstur Sigurður Ingi. Jippi. Glæs. Fyrst þegar ég sá hann í þessum litum og þá sagði ég strax að hann var greinilega komið með nýja styrktaraðila. Apollo lakkrís held ég. Það var nú ekki svo, það var bara fyrirlitnir. Þá var það Ígvar, Víkingurinn. Hinum megin, þetta er eitthvað nýtt. Það er alltaf eitthvað nýtt í þessu, sem betur fer. Þetta er nýtt líka. En hann stoppar hann upp á síðasta haftinu, 200 stig. Aðra Snorri Þór. Keppnin gekk mjög vel fyrir sig, svona í heildina séð. Þó með í fyrir eins af vankant á því. Þetta er önnur keppnin sem þeir halda hann í hafnarliðinu. Þannig að þetta er alltaf þróast. Jóhann á Þöndubolt. Ekki á fullu afli. Síðustu ferðina. Þetta var flott hjá honum. Og það var að síðasta vappið. Nei, snýr hann aðeins skakkur í þessu. Mist hann aðeins til hliðar og er hættur. 200 stig. Þarna sjáum við stöðuna. Skúli, Geir og Guðmundur. Þið fylgist með mér þegar ég seti inn núna í vikunni. Takk fyrir.